fyrst spurning Jakobs Þórarinssonar mjólkursýruþröskuldinn. Það hægt að reikna þetta út frá þessum gögnum og ég var einhvern tímann búin að ég man ekki alveg hvað ég fekk út. Mér minnir, kannski best að segja ekki eitthvað maður ekki alveg viss, en samkvæmt erlendum heimildum mjólkursýruþröskuldurinn á bilinu 150 til 180 slög á mínútu í púls. Og mér minnir að ég hafi fengið að meðaltalið hafi lent einhvers staðar þarna á milli, þó ég muni þetta ekki alveg nákvæmlega, en ég held ég muni rétt frá í vor. Við gerðum tilraun á skólahestunum á Hólmi í vor, sem vorum að bera saman ála á tölti og brokki. Að þar hafi á þeim hestum þetta verið 170 slög á mínútu. Þannig að þetta fer eftir náttúrulega, þetta breytilegt fyrir hesta eftir því hvað formið þeir eru. Og ég held að mig bara gera ráð fyrir þetta sé eins og fyrir erlenda hesta miðað við það sem ég hef séð úr okkar tölum, þetta sé einhvers staðar á bilinu 150 til 180 slög á mínútu eftir því hvað hesturinn er komin í góða þjálfun. Náttúrulega fer eftir sem henni betri þjálfun gerist þetta við hærri hjartslátt. Inga María, já, við vigtuðum knapa og við eigum örugglega eftir að nýta þau gögn þó ég hef ekki talað þau hér. Hugmyndin er að fara í sérstaka rannsókn á því að skoða áhrif af þunga knapa, en það sem ég er búin að skoða þarna fyrir þessi gögn er að það eru áhrif á knapa. Það eru áhrif á knapa á fleiri en einn þátt og til dæmis fyrir mjólkursýru. Þannig að þungi knapa, að það er hærri mjólkursýra. Það var Denni eða ekki? Já. Hversu langan tíma þarf hesturinn til að jafna sig eftir átök af þessu tagi? Þessi rannsókn svarar ekki öllum spurningum, þó við vildum það alveg, en miðað við svona það sem ég hef rætt við sænska leiðbeinandann minn, miðað við hvað álag þetta er, þá væri örugglega gott að væri 2-3 dagar. Það sem ég myndi halda, en það fer vissulega líka eftir því hvað hesturinn er í góðu þjálfun, hvað hann er fljótur að jafna sig eftir þetta. Sumir eru örugglega fljótari en aðrir að jafna sig í þetta og vera tilbúnir. En ef hesturinn fer til þessi átök daginn eftir og er ekki nógu góður í þjálfun, þá er líkur á bara að hann geti minna. Þannig hesturinn kannski getur farið í átök aftur, en ef hann er ekki alveg búinn að jafna sig líkamlega, þá bara verða afkostin minni. Og það orðið niðurbrjótandi fyrir hestur eins og fyrir það? Já, ég hugsa að það til dæmis ekki síður andlega getur það verið ef maður finnur til víða. Hann er aumur ennþá með auma vöðva og fleira, kannski búin að reyna alveg í botndaginn áður, að þá getur það haft þau áhrif. Ekki hægt að útiloka það. Kári spyr þjálfun á fjaravitarhrossum og álag á fjaravitarhross. Það er ekki hægt að segja út frá þessari rannsókn að það sé eins og fjaravitarhrossin séu sem sagt eiga miklu erfiðara með þetta álag en önnur hross. Til dæmis mjólkursýran. Ef þau ættu miklu erfiðara með þetta, þá ætti það að koma til dæmis fram í mjólkursýrunni. En að vísu er tilhneigingi að það átt að menn séu greinilega að hlífa þeim. Þeir eru að ríða heldur styttra. En ég held nú bara að það sé góð regla að fara varlega og uppbyggilega í ung hross, eins og ég held að menn geri. En ég get ekki dregið það ályktun að þessari rannsókn einni og sér að þau séu að eiga miklu erfiðara með þetta en önnur hross. En það eru þjálfunaráhrif á rauðblóðkorn og blóðrauða, þannig að þau eru ekki komin með eins mikla súrefnisflutningsgetu eins og eldri hross. Jú, ég held að það sé alveg rétt, Kristbjörg, að það bara mjög jákvætt að hrossin fái þessa snúninga, þau fá smá hvíld þarna í snúningunum. Það munar það, þó að vísu að í flestum tilfellum fer hjartslátturinn ekkert mikið niður í snúningunum. Hann fer mest niður í fetinu. Fetið gefur þeim hvíld.
En það er til dæmis munur á kynbótasýningunni miðað við eins og kappreiðahestana, að þau fá aðeins smá hvíld í endunum. Hraðinn fer niður og hjartslátturinn aðeins niður. En þegar þau eru orðin mjög þreytt, þá er það ekki í öllum tilfellum sem að hjartslátturinn fer mikið niður. En enga síður, já, örugglega jákvætt fyrir þau að það er snúið á endunum. Já, Ármann spurði upphitun. Er að draga einhverja ályktun af tíma og hraða, hversu löng hún eigi að vera. En og aftur að þessi rannsókn svarar ekki öllu, en hvað varðar upphitunina, að þá hef ég einmitt lesið mér dálítið til í þeim fræðum og það sem menn hafa náttúrulega mikið spáð í upphitunina á öðrum hestakynjum eins og veðurhlaupahestinum og standardbirbrokkurunum og menn segja bara almennt að það sé ekki hægt að gefa eina einhlíta reglum hvað hún eigi að vera löng eða í vegalengd eða tíma, en það sem sé mikilvægt er að hesturinn sé orðinn heitur og kerfið sé komið í gang, að líkaminn sé orðinn heitur og kerfið sé komið í gang, en hann má heldur ekki vera orðinn þreyttur. Þannig að hann á að vera orðinn heitur en ekki þreyttur. Þannig en erfitt að gefa eitt svar á nákvæmlega hvernig það er að vera, en það fer það mjög líklega eftir. Það örugglega einstaklingsbreytileiki í því eins og öðru, hvað hestar eru, hvað þurfa mikla upphitun. Svo er það Maggi minn. Ég held að sé alls ekki útilokað að þegar hrossin eru orðin þreytt í seinnipart sýningar þá hafi þetta einhver áhrif á flottheit hjá sumum þeirra. Mér sýnist svona af því að það sem ég hef ekki legið mikið yfir því að skoða vídeóin, en svona það sem ég hef aðeins séð að sumum vídeóum sýnist mér það gæti verið. Ég held kannski hvort við eigum að fara að draga meir úr hraða og láta fara fallega. Ég er nú þannig alveg upp að ég ætti að segja já við því, en ég held kannski að það skipti ekki síður bara máli að við byggjum hrossin okkar vel upp, þeim mun betur þjálfuð, þeim mun meira ráðuð við á auðveldan hátt. Ég vona að þetta svari spurningar að einhverju marki. Já, ég fekk aðeins spurningar frá Gunnari. Já, ég var búin að líta á tengsl þessara lífeðlisfræðilegu þátta við meðalengun í hæfileikum. Hún aðeins að kíkja á það og við munum, það er ekki víst að við skoðum það í þessari fyrstu vísindagrein, en við munum skoða tengsl þess að við, eða birta þetta örugglega einhverju vísindagrein þessa rannsókn. Og það er nú ekki sterk tengsl þessara lífeðlisfræðilegu þátta við einhvern, en það eru tengsl og þau eru marktæk. Til dæmis eru marktækt samband á milli mjólkursýru og meðalengunar fyrir hæfileika. Það er að segja að hrossin sem eru hærri mjólkursýru, það er ákveðið samband að hross sem eru hærri mjólkursýru hafa tilhneigingu til að vera hærri ykkur sem dæmi. Og eins að hross sem fara lengri vegalengd eru líka með tilhneigingu til að vera með hærri ykkur. Þetta er veikt samband. Þetta er ekki sterkt samband. Og ég átti að skoða þess að þættir líka betur við einstakar hæfileika ykkur. Já, mér langar bara í lokin að segja að ég var að Kristni Hugasyni, hún mættist alveg sérstaklega vel varðandi hvernig hann dró ályktanir út frá þessari rannsókn
að það alveg hárrétt að við eigum alls ekki að halda það megi ekki leggja að hestinum. Ég innilega sammála því að við erum með að ég tel mjög öflugan íþróttahest, mjög getumikinn íþróttahest, en akkúrat eins og Kristín kom að, þolið mjög mikill grunnur af því að hesturinn geti afkastað mikið og vel á sem léttastan hátt. Mig grunar að við getum bætt betur þar, að leggja grunn á því. Eftir sem hesturinn með meira grunnþol, meira úthald, að þá getur hann afkastað lengur áður en það fer að byggja mjólkursýru. En svo verðum við líka átt okkur á því að það alls ekkert einhver vofveifilegur hlutur að það byggist upp mjólkursýra. Ef að hesturinn í góðri þjálfun, eftir sem hann betri þjálfun, hann fljótari að losa sig við mjólkursýruna. Og við getum líka nota rétta meðhöndlun til að hjálpa honum að flýta við að losa mjólkursýruna úr líkamanum. Þannig að ég var virkilega innilega sammála því sem að Kristín var að segja varðandi hestinn okkar. Mér langar kannski bæta einu við að því hann var að tala fóðurbæturinn, að ég held að það sé ekki síður mikilvægt að við séum með gott hey handa hestinum og svo jafnvel ef við erum með virkilega gott hey og af réttri grastegund sem ekki of há í próteini, að þá getum við jafnvel ekki síður ná góðum árangri á heyi, nógu góðu heyi heldur en á fóðurbæti. Og menn eru einmitt farin að rannsaka það eins og með standardbreiddbrokkara að prófa að fóðra það á eingöngu á virkilega góðu heyi og vita hvort þeir ná sama árangri eins og að vera með fóðurbætisgjöf. Þannig að það stór rannsókn í gangi í Svíþjóð þar sem við erum að rannsaka þetta og kemur fljótlega út úr henni niðurstöður. Já, ég held að þessi bara lokið.